Æguleg, hvernig hafa fyrstu mánuðirnir í Noregi verið? Þeir hafa bara verið mjög góðir, mikið sem maður lært, búa einn og svolítið að standa á eigin fótum. Þannig að mikið sem maður lært á þessum mánuðum og bara búið að vera geggjaður tími. Ógeðslega gaman. Þú sjálfur í bara mjög stóru hlutverki á Kristiansund, hlýtur að vera ánægilegt líka? Já, mjög ánægilegt að vera að spila alla leiki og að fá svona þessa reynslu í atvinnumannabolta og bara hver leikur bara mjög mikilvægur og maður er reynslunni ríkari strax eftir þessa fyrstu 11 leiki. Svona mikill munur að koma úr bestu og fara að spila þarna? Já, svona öðruvísi sko. Þannig að Norsarinn er meira svona í taktík og já, þú veist, ekki að frjálst hérna á Íslandi, sérstaklega ekki ef maður var í KR sko. Þannig að öðruvísi fótbolti og öðruvísi áherslur. En bara, þú veist, Íslendingar í bestu deildinni hafa hlaupið mikið og það er líka gert í Noregi, þannig að menn þurfa að vera í góðu standi í þessari deild. Hvernig liðið er bara Kristiansund og hver er svona markmiðin fyrir tímabilið og eitthvað? Markmiðin er bara að vera góður klúbbur í Elitserieunni og að spila ungu leikmönnum og að menn fái svona traustið og þetta er svona klúbburinn vill selja leikmenn áfram, þannig að það henta vel og fyrir mig og klúbburinn, já, vill bara gera þessa hluti og vera svona stabíll Elitserieu klúbbur. Þannig að þetta er mjög þéttur pakki núna, þannig að við þurfum bara að halda áfram og berjast. Þetta Hrannar Snær með skemmtilegt að hafa einn Íslending með sér þarna? Já, mjög skemmtilegt. Hann búinn að, það var geggjað. Við bjuggum saman hann fyrstu 3 mánuðina og það var geggjað. Þegar við vorum að fara saman og báðir í fyrsta skipti að flytja út. Reyndar bjó hann í Bandaríkjunum í skóla, þannig að gott að hafa hann með sér til þess að já, bara hafa einhvern með sér og tala íslensku þegar maður skilur ekki norskuna og svona. Gott í byrjun að vera 2 saman í þessu. Góð sambúð? Mjög góð sambúð, geggjaður og bara mjög góði vinnir strax frá fyrsta degi. Hvernig er bara svona, þegar þú ert úti, ertu að fylgjast mikið með íslenska boltanum? Já, mjög mikið. Maður horfir á alla KR-leiki og fylgist vel með þessu. Og það er svona, maður hlakkar til að horfa á alla leiki og fara yfir þetta hjá sínum. Að horfa á vinni sína, maður har marga vinni og maður fylgist vel með þeim. Eins og það segir bara skemmtilegt að sjá þennan uppgang í KR núna í sumar? Já, mjög gaman að sjá og þetta er svona bara eins og fyrir tímabilið fyrra. Það var svona pre-season virkaði vel en í ár þá var úrslitin miklu betri byrjun móts og meira stöðuleiki á liðinu. Þannig að hann gleður mig mjög mikið að sjá að liðinu gangi vel og bara geggjað eftir síðasta tímabil sem var mjög erfitt fyrir KR-inga. Hvernig er bara svona, fyrir þig í Noregi, ert í fríi núna, ertu með eitthvað svona markmið, svona tímabilsmarkmið hjá þér persónulega? Já, bara spila alla leiki og gera vel og bara einn dagur í einu, bæta með á hverjum degi og sjá hvað það tekur mig í lok tímabils, bara gera allt fyrir Kristiansund og vinna sem flesta leiki með þeim. Þú ert allan á góðrulega með að gera það núna, eða ekki? Jú, og ég ætla bara að halda áfram að gera það, maður má ekki missa sig. Alltaf einn dagur í einu, eins og ég segi. Hvernig er Norsarinn? Er það skemmtilegur? Hann er svona smá, ég myndi ekki segja hann sé jafn léttur á Íslendingurinn sko. Hann er smá lokaðri og svona rútínukall, vill svona fylgja sínum venjum og svona. Þannig að þeir fara ekki mikið út fyrir bóksið. Þetta er svolítið það sama, en hann er flottur. Og hafa gaman að þér, eða hvað? Já, ég hafa gaman að mér. Ég reyna að æsa sem mest í klefanum og svona. Og síðan erum við með 2 Nígeríumenn sem eru mjög skemmtilegir. Þeir svona líka upp á þetta. Geggjað.